Nýdoktorar af öllum 5 fræðasviðum Háskóla Íslands fengu rannsóknarstyrki á dögunum frá nýliðunarsjóði. Þeir eru mikilvægir við grunnrannsóknir skólans 100 umsóknir bárust í styrkina 7. Einn þeirra sem hlaut styrk Auður Magdís Auðadóttir, aðjúnkt og doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefni Auðar foreldrahlutverkið á Íslandi 1970–2020, valdatengsl og hið verðuga foreldri í opinberu umræðu. Auður, hvernig var að hljóta styrkin? Það var náttúrulega bara ótrúlega ánægjulegt og spennandi fyrir mig að hefja störf nú í sumar á Menntavísindasviði sem nýdoktor. Og hvert markmið rannsóknarinnar? Markmiðið að skoða hvernig skilningur okkar á því hvað gott og verðugt foreldri, hvernig sá skilningur hefur breyst og þróast undanfarin 50 ár. Því við vitum það frá erlendum rannsóknum að kröfur á hendur foreldra og ekki síst mæðra hafa aukist mjög mikið á þessu tímabili. Þannig að núna þarftu að vera með rétta matinn og lífrænan mat og velja rétta hverfið til að búa í og rétta skólann og svo framvegis. En við vitum í rauninni ekki alveg hvernig þróunin hefur verið hérlendis. Þannig að við ætlum að skoða það og þetta mjög mikilvægt fyrir til að þróast áfram líka í jafnréttisátt af því að foreldrahlutverkið og skilningur okkar á því hefur náttúrulega mjög mikið að gera líka með jafnrétti kynjanna. Þannig að já. Og hvert svo framhaldið? Framhaldið þá að birta niðurstöður þessara rannsókna eftir 2–3 ár og þá geta þær niðurstöður nýst í áframhaldandi rannsóknir og til að auka skilning okkar á því hvaðan þessar kröfur koma og hvort þær eru endilega af hinu góða og þá líka við stefnumótun eins og ég segi á sviði jafnréttismála og fjölskyldumála. Hvað að vera gott foreldri í dag? Hvað að vera gott foreldri á morgun eða eftir 50 ár? Rannsókn Auðar mun gefa lærdóm sem nýtist inn í framtíðina fyrir börnin okkar sem vilja einnig verða góðir foreldrar.